Þú ert að hlusta á fyrri Samúelsbók úr Biblíunni, heilagri ritningu. Lesari er Kristján Franklín Magnús. Fyrri Samúelsbók er hluti af Gamla testamentinu. Biblíuþýðingin sem lesin kom fyrst út á prenti árið 2007. Fyrri Samúelsbók. Samúel og Elí. Fyrsti kafli. Í Ramatæm í Efraims fjöllum bjó maður af Súf ætt. Hann hét Elkana og var sonur Jeróhams, Elíhússonar, Tóhússonar, Súfssonar frá Efraím. Hann átti 2 eiginkonur. Önnur hét Hanna en hin Penína. Penína átti börn en Hanna ekki. Elkana fór á hverju ári frá borginni þar sem hann bjó upp til Síló til að biðjast þar fyrir og færa drottni hersveitana sláturfórn. Þar voru báðir synir Elí, Hofni og Pínehas prestar drottins. Jafnan þegar Elkana færði sláturfórn gaf hann Penínu konu sinni, sonum hennar og dætrum sinn hlut hverju af kjötinu. Hönnu gaf hann 2-faldan hlut, því hann elskaði hana þó að drottin hefði lokað móðurlífi hennar. Hin konan olli Hönnu sárri gremju og skapraunaði henni af því að drottin hafði lokað móðurlífi hennar. Þessu fór fram ár eftir ár. Í hvert skipti sem Hanna fór upp til hús drottins skapraunaði Penína henni svo hún fór að gráta og vildi ekki borða. Elkana maður hennar sagði þá við hana: Hanna, hvers vegna græturðu og borðar ekki? Hvers vegna ertu svona döpur? Er ég þér ekki meira virði en 10 synir? Að lokinni máltíð í Síló stóð Hanna á fætur og gekk fram fyrir augliti drottins. Elí prestur sat á stól sínum við dyrastafinn á musteri drottins. Full örvæntingar bað hún til drottins, grét sáran og vann svohljóðandi heit: Drottin hersveitanna, ef þú lítur á neyð ambáttarðinnar og minnist mín, og ef þú gleymir ekki ambáttinni og gefur mér son, þá skal ég gefa hann drottni alla ævi hans og rakhnífur skal ekki snerta höfuð hans. Hún bað lengi frammi fyrir drottni og á meðan fylgdist Elí með munni hennar, en Hanna baðst fyrir í hljóði. Af því að varir hennar bærðust án þess að rödd hennar heyrðist, hélt Elí að hún væri drukkin og sagði við hana: Hversu lengi ætlurðu að láta sjá þig drukkna? Láttu renna af þér. Sample complete. Ready to continue?